Þetta er raunveru, já, svo hvað í bæri sem á móti voru Evran, þeir eru mótskið Evran. Ok. Það sjáum við. Tölur frá Tryggingastofnun 1. janúar 2016 9,7% og þá er ég að gera ráð fyrir að tillagan fyrir árið 2017 verði þá 12% hækkun frá fyrra ári. Og tekjuviðmiðin verða þessi fyrir einstaklinga 100% niðurfelling fyrir tekjur allt að 3.447.440 75% niðurfelling fyrir tekjur á bilinu 3.447.441 til
með gældan þessu klikknopna og við bara kæmum fram í umræður hér og bæði staðistöfni hundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Fleiri sem vilja tjá sig þessar reglur. Það er rétt, við fórum yfir þessi mál og ræddum þennan líka á þennan möguleika að Nei. Ef einhver vill koma og tjá sig þessar reglur, þá orðið laust. Ég ætla að fagna því að hér séu komnar góðar reglur sem eiga einfalda vonandi og gera allt ferlið þægilegra fyrir alla. Þeir sem eru sammála þessum reglum, rétt hönd. Þeir eru samþykktar samhljóða. Næst eru nokkrir viðaukar sem hafa verið teknir fyrir í bæjarráði og koma hér til staðfestingar bæjarstjórnar. 8. mál, það er viðauki vegna Króks. Tillaga viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2016 lögð fram vegna þjónustusamning við skóla EHF vegna Heilsuveikskólan Króks. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykktur verði viðauki við fjárhagsáætlun ársins að fjárhæð 16.900.000 sem komi til lækkunar á lyklinúmer 02562 4341 en til hækkunar á öðrum lið sem er 0411 2 4341. Sem sagt. Þetta er í rauninni vanáætlun á þjónustusamningnum sem að hér þarf að taka fyrir viðauka vegna. Ef einhver fundamaður vill tjá sig það, þá er orðið laust. Ef ekki, þá ætla ég að bera þennan viðauka upp til samþykktar bæjarstjórnar, þeir sem eru sammála þessum viðauka rétt upp hönd. Þessi viðauki er samþykktur samhljóða. 9. mál, það er beiðni viðauka við fjárhagsáætlun vegna launafulltrúa. Tillaga við viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2016 lögð fram vegna aukins launakostnaðar í tengsli við starfslok og ráðningu nýs launafulltrúa. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykktu verði þessi viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2016 að fjárhæð 1900.000 sem komi til lækkunar á handbæru fé.
Orðið er laust ef ykkur vill tjá sig undir þessum lið. Ef ekki, þá ætla ég að bera þennan viðauka upp til samþykktar, þeir sem eru sammála þessum viðauka rétt upp hönd. Hann er samþykktur samhljóða. Og hér er beiðni viðauka varðandi þjónustumiðstöðina. Það er tillögu viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2016 að fjárhæð 600.000 vegna mikils og óvænts viðhalds á bílum og tækjum þjónustumiðstöðar. Bæjarráð hefur tekið viðaukann fyrir og leggur til að hann verði samþykktur og komi til lækkunar á handbæru fé. Orðið er laust. Gjör svo vel, Halli Jói. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara benda á að hérna er alveg talandi dæmi um það hvernig fer ef að við vanrækjum það að endurnýja tæki og tól bæjarins. Eins og sést í þessari fjárhagsáætlun sem við tökum fyrir á eftir, þá erum við endalaust að fresta endurnýjun á tækjum, hvað sem þau heita, hvort sem það er skottbómuliftari eða skólabíll eða hvað. Þannig að við erum með gömul og úrelt tæki sem að greinilega geta bilað. Þannig að ég vil bara svona hvetja ykkur til þess að gera okkur í brók og fara að endurnýja þessa tæki. Þannig að við þurfum ekki að vera samþykkja hér stanslausu viðauka svona velstætt bæjarfélag til þess að gera við einhverjar bilanir, hvort sem það er sjálfskipting, eins og ég held að það sé í þessu tilfelli, sjálfskipting í skólabíl, sem að margítrekað er verið að biðja að fá að endurnýja. Þannig að við séum bara með tæki í lagi, endurnýjum þau reglulega, látum þau ekki verða svona gömul. Þannig að ég svona bara við bara svona ítreka það og benda á það að við skulum láta okkur þetta verða víti til varnaðar. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Ég get nú ekki tekið undir það að við séum ekki að sinna viðhaldi eða kaupa ný tæki. Það höfum við sannarlega gert, þó svo að við höfum ekki keypt öll ný tæki. Við erum með annan nýjan skólabíl, þannig að það er eðlilegt að það geti komið upp svona beiðni. En ég ætla að bjóða orðið laust ef fleiri vilja tjá sig um þennan viðauka. Ef ekki, þá ætla ég að bera hann upp til samþykktar þeir sem eru sammála þessum viðauka við þjónustumiðstöðina rétt upp hönd. Hann er samþykktur samhljóða. 11. mál. Það er umferðaröryggi, ósk hraðatakmarkandi aðgerðir á Gerðavöllum. Tillöga viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2016 er hér til að setja upp 2 hraðahindranir við Gerðavelli í samræmi við ákvörðun bæjarráðs frá því í júní. Bæjarráð hefur tekið fyrir þennan viðauka og leggur til við bæjarstjórn að samþykktur verði viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2016 á fjárhæð 1700.000 sem komi til lækkunar á handbæru fé. Þetta er tillaga sem kemur eftir að það var búið að benda á hér væri að koma bílar hratt úr hringtorginu og kemur inn í sveitarfélagið. Orðið er laust. Og ef ekki, þá ætla ég að bera þennan viðauka upp til afgreiðslu þeir sem eru sammála honum rétt upp hönd. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er 12. mál á dagskrá þjónustugjaldskrá Grindavíkurbæjar og hún liggur hér fyrir tillaga þjónustugjaldskrá Grindavíkurbæjar fyrir næsta ár. Almennt hækka gjaldskráliðir 2% frá því á þessu ári. Gjaldskráin verður birt á heimasíðunni og hún verður líka birt í járngerði þegar hún kemur út og gildistaka nýrrar gjaldskrár er 1. janúar 2017 nema annars sé tekið fram. Og ég ætla að bjóða orðið laust
Ef einhver vill tjá sig gjaldskrár. Ef ekki, þá ætla ég að leggja þessa gjaldskrá fram til staðfestingar. Þeir sem eru sammála gjaldskráni eins og hún liggur fyrir núna, rétt upp hönd. Hún samþykkt, Sitt hjá, hún samþykkt með 6 atkvæðum. Páll Jóhann situr hjá. Þrettánda mál, það fasteignagjöld, álagningarreglur fyrir næsta ár. Hér tillaga álagningarreglum fasteignagjalda fyrir næsta ár. Það spurning hvort að, Jón, þú viljið fara eitthvað yfir í stuttu máli. Fasteignagjöld, gjör svo vel. Forseti, okkur til bæjarfulltrúar. Álagningarreglur fasteignagjalda fyrir árið 2017 eru að mestu í samræmi við reglurnar eins og þau voru í fyrra. Nema hvað sorpgjöldin eru að hækka 6,9%. Sorphreinsunargjaldið verður 15.207 krónur í stað 14.225 og sorpeyðingin 24.811 í stað fyrir 23.210. En að öðru leyti eru gjöldin þannig að fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði 0,4%, fyrir opinbera byggingar eða 1,32% og fyrir annað húsnæði 1,65%. Fráveitugjald 0,10% á íbúðarhúsnæði, 0,25% á opinbera byggingar og 0,20% á annað húsnæði. Vatnsgjald 0,10% á íbúðarhúsnæði, 0,25% á opinberar byggingar og 0,20% á annað húsnæði og aukavatnsskattur 17 krónur hver rúmmeter vatns. Lóðarleiga íbúðarhúsalóðir á 1,1% af fasteignamati, lóðir vegna opinberra bygginga, 2% af fasteignamati lóðar og lóðir vegna annars húsnæðis 1,6% af fasteignamati lóðar og síðan rotþróargjald upp á 15.000, gjalddagar 10 eins og fyrri ár, sá 1. febrúar og svo síðasti 1. nóvember og fasteignagjöld undir 20.000 fara öll á gjalddaga 1. febrúar. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Jón. Orðið laust. Ef einhver vill tjá sig fasteignagjöld og hvernig þau verða á næsta ári. Gjör svo vel, Jóna Rut. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Ég vil taka fram að sem ég siti í stjórn sorpengastöðu Suðurnesja og sem fulltrúi Grindavíkurbæjar þá var náttúrulega hækkun þetta árið á sorpeyðingar, hreinsunargjaldi og sorpeyðingargjaldi og það í fyrsta sinn í 5 ár sem það hefur hækkað á sveitarfélög á Suðurnesjum. Og þannig að ég vildi bara taka það fram þannig að fólk vissi því. Við erum frá því fyrir 5 ára síðan voru með eitt af hæstu gjöldum á landinu og nú eru komin mjög neðarlega á listan þannig að það var þörf á að hækka núna það sem stór aukin sorpeyðing orðin vegna mikilvæg neyslu undanfarið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Fleiri sem vilja tjá sig þessi gjöld? Ef ekki, þá legg ég tillögu að álagningarreglum næsta árs fyrir fundin. Þeir sem eru sammála þeim, rétt upp hönd. Samþykkt með 6 atkvæðum. Situr hjá. Páll Jóhann situr hjá. 14. mál
ákvörðun álagningarhlutfall útsvars fyrir næsta ár. Bæjarráð tók þá umræðu á vinnufundum og var ákvörðun að halda óbreyttu útsvari í 13,99% á næsta ári. Orðið er laust undir þessum lið. Ef enginn vill tjá sig það, þá legg ég þá tillögu undir fundinn. Útsvarið hjá okkur er með því lægsta sem þekkist á landinu. Þeir sem eru sammála óbreyttu útsvari á næsta ári, réttu upp hönd. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Einn situr hjá. Þá eru það sameiginlega reknar stofnanir Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, fjárhagsáætlun þeirra. Þess sambands bæjarstjórn hefur tekið fyrir fjárhagsáætlun SSS og annarra sameiginlega rekinna stofnana á Suðurnesjum fyrir árið 2017. Heildarframlög Grindavíkurbæjar eru 52,7 milljónir eða 13,9% af kostnaði er það í samræmi við íbúafjölda. Öll þessi framlög hafa verið færð inn í tillögu af fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar fyrir næsta ár. Orðið er laust. Ef enginn ætlar að taka til máls undir því, þá ber ég þá áætlun upp til samþykktar. Þeir sem eru sammála því, réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Sextánda mál er fjárhagsáætlun Grindavíkurhafnar. Almennt eru gjaldskrárliðir þar að hækka 3%. Eitthvað sem vill tjá sig undir gjaldskrá hafnarinnar. Hún hefur þegar verið tekin inn í... Nei, fyrirgeðu, ég er ekki með gjaldskrá hafnarinnar, ég er ekki að fara á ég er að fara í málavit. Ég er í 16. máli fjárhagsáætlun Grindavíkurhafnar. Hún er í rauninni í fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar sem er tekin fyrir síðar á þessu fundi. En ef ykkur vill ræða þau mál, þá er orðið laust. Gjör svo vel, Palíói. Ég veit það, ég var bara alltaf fyrir mér. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Það er svolítið skondið að við séum að ræða hér fjárhagsáætlun Grindavíkurhafnar. Því að það er nú þannig að hafnarstjórn gerir sína fjárhagsáætlun og svo fer hún hérna fyrir í vinnslu í fjárhagsáætlun bæjarstjórnar og þar er henni breytt svona bara eftir, já ég veit eiginlega ekki eftir hverju. Þannig að þess vegna ger ég mér ekki alveg grein fyrir sko hvað hvort við erum að samþykkja núna þá óbreytta fjárhagsáætlun frá hafnarstjórn undir þessum lið. Ég gerir ráð fyrir því og gerir þá ráð fyrir því að hún mun þá standa í fjárhagsáætlun sem við greiðum atkvæðum á eftir. En þetta segir manni svolítið sko, og vekur mann aðeins til umhugsunar þetta þegar maður situr hér í vinnufundi með bæjarstjórn endurnýjun til dæmis á títtnefndum löndunarkrana, 16 ára löndunarkrana sem að ítrekka hafnarstjórn vill endurnýja, en það er einhverjir hér á þessari skrifstofu hérna sem að vita betur og geta frestað því til ársins 2020. Þannig að við langar bara að spyrja, er þetta óbreytt fjárhagsáætlun hafnarstjórnar sem við erum að greiða atkvæði það? Spyrja bara forseta að því.
Takk fyrir þetta, Palli Jói. Það er ekki vanalegt að þetta sé afgreitt svona á bæjarstjórnarfundi, þar að segja að við séum að taka fyrir fjárhagsáætlun Grindavíkurhafnar sér, þar sem hún hefur þegar verið sett inn í alla fjárhagsáætlunina sem verður tekin fyrir hérna á eftir, og það er svo mynd og það er væntanlega það sem við erum að samþykkja. Það er svo fjárhagsáætlun hafnarinnar sem er komin inn í okkar heildaráætlun sem að þú sast með okkur og vannst. Þannig að ég ætla að vona að það svarið er. Fleiri sem vilja tjá sig fjárhagsáætlun hafnarinnar, gjör svo vel, Hjalli. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit nú ekki eiginlega hvaða leyndarmál þetta er. Það er með hafnarstjórn eins og allar aðra og sviðstjórn annað. Menn fara fram á að fá fjármagn og raða því í forgangsröð. 1 og upp í 3 og þar fram eftir. Ég held að við höfum alltaf gert vel við höfnina og að ég verið að minnast á 1 krana af 5 sem voru gamall og lúinn. Það var tekin ákvörðun að bíða með að endurnýja hann. En ég vísaði alveg á bug að það sé öllu breytt hér. Við eigum öll fulltrúa í hafnarstjórn og við erum að reyna að gera bara mjög vel fyrir höfnina og það er unnið að því. Þarna var bara talið ástæða að setja pening í annað og nú eins og við vitum að þá vorum við að fara að setja ansi mikla pening í höfnina, þannig að hvort það eru þarna 1 krani sem er orðinn þreyttur, hvort að hann geti verið áfram þreyttur. Við vitum ekki landanum á framvegis, en ef að þetta alveg kollvarpar löndunum í Grindavíkurhöfn, þá verðum við bara að endurskoða þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hjalli. Palli, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þess vegna var ég nú bara að spyrja svona hvort að við værum að greiða atkvæði fjárhagsáætlun hafnarstjórnar eða breyta eftir bæjarstjórn. Mér langar þá kannski bara að spyrja að því þá sem hafa frestað þessar aðgerð til 2020, hvort að því að ég sitt nú í hafnarstjórn og kannski bara fá ráð hjá þeim, hvort að hafnarstjórn ætti kannski að samþykkja það að fara í endurnýjun á þessum krana. Það er nú þannig að snúningskransinn í þessum krana er nánast ónýtur og þarf að skipta hann og það er aðgerð upp á minnsta kosti 1 milljón. Þannig að þeir sem treysta sig til að fresta þessar aðgerð til 2020, þeir geta væntanlega fært fyrir því rök hvort að við eigum að fara í þá aðgerð upp á einhverjar milljónir á þessum krana. Þetta er 1 krana 5. Já, það hljómar lítið að það sé hægt að leggja þessum krana, 4 krana sé alveg nóg. Það má vel vera. En við sem vinnum við þarna við höfnina, við gerum okkur alveg grein fyrir því að það veitir ekkert af 5 krónum þarna á annað tímum. Þannig að ég bara leita eftir góðum ráðum svona á næsta hafnarstjórnarfundi hvort að það sé ráðleggingin hérðan úr þessum sal að fara í endurnýjun á þessum krana upp á einhverjar, allavega neina mynd. Takk fyrir þetta, Palli Jói. Ég verð nú að taka undir það sem að Hjalli var að segja á, en það er nú ekki hægt að segja að við höfum ekki verið að sinna hafnarmálunum eða veita fjármunum í þann málaflokk. En það sem að þetta er að koma inn núna sem sér mála, þá ætlum ég bara að vísa þessu inn í fjárhagsáætlunina sem verður tekin fyrir og eftir. Og þá erum við að samþykkja heildaráætlunina eins og hún leit út eftir síðasta vinnufund bæjarstjórnar og þar er áætlun hafnarinnar inni líka. Þannig ég ætla ég vísa þá þessu 16. máli bara undir 18. mál. En í millitíðinni þá erum við að taka inn 17. mál sem er gjaldskrá hafnarinnar. Hún er almennt að hækka eins og ég komin á áðan 3%.
en við ætlum væntanlega að samþykkja hana. Þeir sem eru samþykki gjaldskrár hafnarinnar, samþykkt samhljóða. Þá er það 18. og síðasta málið áður en við förum í fundargerðir. Hér á örugglega eftir að verða ykkur umræða. Það er fjárhagsáætlunina fyrir næstu 4 árin, Grindavíkurbær og stofnanir og sviðsstjóri fjármála sviðs Jón Þórisson ætlar að koma og lesa upp hér bókun það hvernig þetta lítur allt saman út. Gjörðu svo vel, Jón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég er hérna með tillögu á bókun sem ég ætla að lesa upp eins og Kristín María sagði. Fjárhagsáætlun ársins 2017 til 2020. Hún er unnin út frá markmiðum sem bæjarstjórn hefur sett sér. En þau eru að rekstur A-hluta sveitarfélagsins verði í jafnvægi, það er skatttekjur og þjónustutekjur standi undir rekstri málaflokka og sjóða A-hluta, jákvæð rekstrarniðurstaða samstæðu, það er A- og B-hluta. Engar vaxtatekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu til fjárfestinga eða til að auka við handbært fé Grindavíkurbæjar. Framlegð A- og B-hluta sé að minnsta kosti 15% og að handbært fé verði ekki undir 1 milljarði. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir árið 2017 fyrir utan fjármagnsliði og afskriftir er áætlað 252,4 milljónir og er það 9,9% af heildartekjum. Í A- og B-hluta er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir 397,2 milljónir og það er 10,4% af heildartekjum. Rekstrarniðurstaða fyrir árin 2017 til 2020 er þannig: fyrir A-hluta 121,4 milljónir árið 2017, 113,5 milljónir 2018, 98,7 milljónir 2019 og 2020 er það 92,5 miljón. Samtals fyrir þetta tímabil 426,1 miljón. Fyrir A- og B-hluta er rekstrarniðurstaða 2017 137,5 milljónir, 2018 er hún 121,3, 2019 105 milljónir og 104,4 milljónir fyrir árið 2020 og samtals er þetta 468,2 milljónir. Heildareignir í samanteknum reikningsskilum eru áætlaðir í árslok 2017 8.644,4 milljónir króna. Þar af er áætlað að handbært fé verði 1.123,5 miljón króna. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 1.452,9 milljónir. Þar af er lífeyrisskuldbinding 561,7 miljón. Langtímaskuldir eru áætlaðar 654,2 milljónir í árslok 2017. Þar af eru langtímaskuldir við lánastofnanir 206,2 milljónir. Skuldahlutfall Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlutfall af heildartekjum er 54,2% fyrir árið 2017. Veltufé frá rekstri fyrir árin 2017 til 2020. A-hluti 312,2 milljónir árið 2017, 319,2 2018, 319,4 2019 og fyrir árið 2020 er það 315,4 milljónir. Samtals veltufé A-hluta þessi 4 ár 1.266,2 milljónir. A- og B-hluti fyrir árið 2017 veltufé 417,1 miljón, 417,5 fyrir árið 2018, 413,4 fyrir árið 2019 og 411,1 fyrir árið 2020 og samtals er þetta veltufé í áætlunni fyrir árið 2017 til 2020 1.659,1 miljón. Afborganir langtímalána er að jafnaði 30 milljónir á árunum 2017 til 2020 sem gerir alls 120 milljónir á þessu 4 ára tímabili. Fjárfesting í varanlegu rekstrarfjármunum árin 2017 til 2020 er þessi: fyrir A-hluta árið 2017 er það 222,8 milljónir, 306,5 milljónir 2018, 207,0 2019 og 190,8 milljónir 2020, samtals 927,1 miljón. Fjárfesting
fyrir A- og B-hluta árið 2017 510,7 milljónir, 2018 415 milljónir, 304 milljónir 2019 og 297,9 milljónir 2020 sem gerir í heild 1527,6 milljónir. Til fjármögnunar þessara framkvæmda og afborgana af langtímalánum umfram það sem reksturinn stendur undir þarf að taka 39,1 milljón króna af handbæru fé. Í upphafi árs 2017 gert ráð fyrir að handbært fé verði 1259,6 milljónir króna. Á tímabilinu 2017-2020 mun markmið að handbært fé verði aldrei lægri en 1 milljón nást og í árslok 2020 handbært fé áætlað 1220,5 milljónir. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð og þetta tillaga að bókun út frá niðurstöðinni af þessari fjárhagsáætlunarvinnu og mig langar bara að þakka þeim bæjarfulltrúum sem hér unnu að þessari áætlun og starfsfólki. Sérstaklega vil ég þakka Jóni Þórusinni og Róberti. Okkur að takast að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur og miðað við þessa útkomu þá reksturinn okkar í þokkalegum málum, nokkuð góðum. Mig langar að bjóða orðið laust. Hér eru örugglega bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig þessa áætlun til næstu 4 ára. Hver vill byrja? Gjörðu svo vel, Palli Jói. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ekki rétt að ég ríð á aðeins hérna með þessa umræðu. Jú, ég þræti ekki fyrir það að við framsóknarmenn erum búin að taka þátt í þessari vinnu og það að mörgu leyti og margt hefur verið hlustað á það sem við höfum borið fram en ekki nægilega mikið til þess að við getum stutt þetta. Ég bendi á hérna, svona ef við byrjum aðeins á hérna, langar aðeins að ræða svona starfsumhverfið og starfsandan hérna hjá Grindavíkurbæ. Á síðasta kjörtímabili lögðum við okkur virkilega fram það að bæta starfsandan og gera vel við okkar fólk. Við gripum til markvíslegra ráðstafana, markvisst til þess að bæta starfsandan og tókst bara mjög vel til. Nú bregður svo við að ég get ekki séð annað en það sé bara flótti frá sveitarfélaginu. Við vorum að samþykkja hérna viðauka vegna út af launafulltrúa. Þessi ágæti launafulltrúi sem er búinn að vera að vinna hjá okkur mjög lengi, gott starf. Við náum ekki að halda honum eða henni og maður velti fyrir sér af hverju. Sviðsstjóra, frábæran sviðsstjóra, við horfum á eftir honum. Nú, við niðri á Áhaldahúsi, þar eru allt of miklar hreyfingar á fólki. Þannig að ég hef aðeins svona brotið velti fyrir mér svona hvað veldur. Nú, það hefur verið náttúrulega mikið umræðinni hérna bæjarstjórinn. Það er á þess að ég ætla að fara í mikla umræðu það en þá er ekki hægt annað en geta þess þegar við erum að ræða hérna fjárhagsáætlun að þeir viðaukar sem á eftir að samþykkja þessu ári einhverjar 15 milljónir. Það er bara 15 milljónir út af starfslokum, einhverjar 800.000 í lögfræðikostnað og núna
Núna erum við með fólk í vinnu á, ég held að 23.500 krónur á tímann fyrir utan virðisauka í að leita að nýjum bæjarstjóra. Við erum nýbúin að samþykkja hér í bæjarráði einhvern samning við fyrirtæki ég veit ekki 600-800.000 til þess að leita af starfsmanni. Þannig að þetta horfir ekki vel. Ég hefði alveg viljað hafa þessar 15-18 milljónir til þess að nota í önnur brýn verkefni núna á næsta ári eða næstu ári. Nú, hvernig gerum við vel við okkar fólk? Jú, það var það er búið að standa lengi til að endurnýja skrifstofu, starfsumhverfi á bæjarskrifstofu. Verkið var boðið út, það þótti allt of mikið. Því var skipt niður í tvennt, þetta gera í 2 áföngum. Sem betur fyrir var nú ráðist í fyrri áfangan, hann er búinn. En hvað er svo með næsta áfanga? Nei, það var að fresta honum. Það er hluti af fólkinu sem getur verið í eldri byggingunni. Þetta er svona, mér finnst þetta svona talandi dæmi um það svona hvernig við hlúum að okkar starfsfólki. Niðri í Áhaldahúsi. Og þar eru starfsmenn bæjarins að vinna á götum úti að halda eignum bæjarins við. Þeir biðja götusóp tæki sem að nýtist þeim vel, kostar upp á 3 milljónir. Nýtist til margs hluta nýtanlegt tæki, hreinsa úr niðurföllum og fyrir utan að sópa bæinn og ferra bæinn. Borga sig upp á 18 mánuðum. 18 mánuðum, það væri búinn að borga sig upp þegar þessu kjörtímabili lýkur. Nú, tíðnefndur skotbómuliftari, það er búið að biðja hann núna síðan ég veit ekki hvenær. Og enn er þeim boðið upp á það að vinna á þessum gamla stýrða liftara. Þeir sem að vilja vita þá sjá menn það að á nýju tæki þá eru menn með fjarstýringar í körfunni. Það þarf þá ekki marga menn til að stjórna slíku tæki. Nú, skólabíllinn, við vorum að samþykkja fjárauka, sjálfskiptingir hundi. Jú, við tökum ákvörðun, við vonum að hún hangi næsta árið. Nú, við vorum að ræða löndunarkranan áðan. Allt er þetta svona, þetta er einhvern veginn ber alltaf að sama brunni. Það er einhver önnur mikilvægari mál heldur en að hlúa okkar starfsfólki og endurnýja tæki þannig að okkar menn sé að vinna með nýjustu tæki. Nú, rekstrar niðurstaðan, ef við lítum á hana, ef við nýtum bara svona fljótt af litið í þessari ágætu bókun hjá meirihlutanum, að hvernig lítur reksturinn út? Hvernig mun þetta þróast næstu árin? Ef við lítum á A-hlutan sem er rekstur í rauninni bæjarins fyrir utan hlutafélaga. Það er árið 2017 121 milljón í afgang. 2018 113. 2019 98,7. 2020 92. Þetta er allt niður á við. Ekki bara það að fólki sé að fara frá okkur og vilji ekki vinna hjá okkur, heldur einnig að reksturinn hann svona fer hægt og bítandi niður. Eins og tókst nú vel til á síðasta kjörtímabili að bæta reksturinn og koma honum í gott stand. Þannig að ég verð bara að segja það
Ég hefði hérna kosið að við myndum hlúa betur á okkar starfsfólki. Nú, kennararnir, það er nú stór hluti af okkar starfsfólki. Það liggur nú fyrir að við þurfum að bæta þeirra kjör. Þannig að ég hefði nú haldið að hérna, og ekki sem við hérna gerum mæntalega, að ekki mun það bæta þessa rekstrastöðu. En eins og ég segi, við munum koma með bókun hérna, fulltrúar Framsóknarflokksins og hérna þar sem við svona hérna rökstyðjum það að við getum ekki stutt þessa tillögur. Ég verð að viðurkenna það að mér finnst þetta alveg ótrúlegur málflutningur hjá bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins og þetta kemur í rauninni verulega óvart að þú ætlir ekki að samþykkja þá tillögu sem þú hefur unnið að. Þú komst réttilega inn á það að við höfum komið til móts við ýmislegt og mér finnst þú vera í að einhverjum hlutum sem ég er ekki tilbúin að sitja undir. Þú stendur hér í pontu og segir að hér sé bara flótti starfsfólk frá Grindavíkurbæ. Launafulltrúin okkar er að hætta eftir 23 ár. Hún vildi hérna prófa að vinna annar staðar og hefur fengið starf hjá öðru fyrirtæki. Þú talar líka hann Þorsteinn Gunnarsson sem að meðal annars sótti bæjarstjórastöðu hér á sínum tíma og fékk bæjarstjórastöðu núna í Skútustaðahreppi. Þannig að ég held að það sé ekki við okkur í meirihlutanum að sakast varðandi það. Þú segir að við séum ekki að gera vel við starfsfólkið, mér finnst þetta að vera dylgjur, þú bendir ekki á neitt, þú segir bara að hér sé í rauninni, ég átta mig ekki alveg á því hvað þú ert að reyna að segja. Og mér finnst þú þurfa að koma hérna í pontu og útskýra betur hvað það er sem við erum ekki að gera og sem orsaka það að hér er eins og þú gefur til kynna, eða gefur í skyn, að fólk sé að flýja sveitafélagið. Þannig að ég óska eftir því, Palli, og þú komir hérna upp og að þú útskýrir það. Varðandi það sem ótt að tala að við séum hér að greiða fúlgu fjár til þess að ræða, já, ég skal bara bíða á meðan þú fer að sækja í vatna því ég vil hlustra á það sem ég er að segja. Þú talar hérna að við séum að eyða fúlgu fjár í að ráða nýjan bæjarstjóra. Ég veit að það var vilji í minnihlutunum fyrir því að hér yrði faglega staðið að ráðningu og það var vilji fyrir því, veit ég, bæði hjá Mörtu og Ásrúnu að hér yrðu fagaðilegar fengnir til þess að ráða í þessa stöðu. Þannig að mér finnst alveg ótrúlegt, ekki það að þú mátt alveg hafa þína skoðun, en mér finnst þú pínlítið að vera komin hérna upp og tína til. Þú ert að tala hérna að við séum ekki að halda við tækjum. Við erum vissulega að halda við og við erum að endurnýja. Það er verið að kaupa til dæmis tæki upp í grunnskóla sem á að auðvelda þrifin þar. En það og þú veist að það hefur alltaf verið þannig að það er aldrei komið til móts við allar þær kröfur sem koma frá forstöðumönnum. Það hefur bara aldrei verið þannig að við höfum tekið allt og samþykkt bara einu brett inn í hérna fjárhagsáætlun. Við erum að dreifa þessu niður á 4 ár og við verðum að gera það. Mér finnst líka ótrúlegt að þú skuli taka hérna rekstrarniðurstöðuna og sveigja yfir því að það sé 92 milljóna afgangur. En ég myndi gjarnan vilja að þú myndir útskýra meira hvað þú átt við með því að við séum ekki að sinna starfsfólki sveitarfélagsins eða mér finnst þér svo sérst að bauna á okkur í meirihlutanum. Þannig að þú mátt gjarnan koma hérna upp og eftir og útskýra það nánar svo við getum svarað fyrir það. En annars ætla ég að bjóða orðið laust. Gjör svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef verið mjög hugsi yfir fjárhagsáætluninni og fjárfestingaráætluninni, þessari vinnu sem við höfum unnið að öll sumur undanfarið, sem er mjög jákvætt að bæjarstjórnin taki öll saman þátt í vinnslu á fjárhagsáætlun. En ég skal viðurkenna að ég er ekki ennþá búin að ákveða mig hvort ég get stutt hana eða þarf að sitja hjá. Það er eitthvað sem nagar mig, eitthvað sem mér finnst vanta, atriði sem ég minnst á sem mér finnst ekki
hafa kannski farið nægilegur tími í, veitum vissulega miklum tíma í að vinna þessa áætlun, en hvort að sá tími hann vel nýttur og hvað ég ekki alveg viss Svo ég kom með til dæmis inn á eitt mál, þá var það húsnæðismál í Grindavík. Ég hef alltaf fylgst vel með fasteignamarkaðnum og nú svo staða komin upp að nánast allt selt. Við óformlega yfirferð í dag sýnist mér 7 eignir verið til sölu sem kosta minna en 40 milljónir krónar. Kannski sami fjöldi húsa sem til sölu sem er á því verði að það mun dýrari. Leigumarkaðurinn sprunginn og staðreyndin að við erum að missa fólk úr bænum eingöngu vegna húsnæðisskorts. Við sjáum á rekstraráætlun næsta ára að reksturinn að þyngjast. Við erum vissulega að ná að standast markmiðin okkar en reksturinn og mun þyngjast. Og til að standa undir honum þá þurfum við á fólksfjölgun að halda og ennfremur þurfum við fasteignamarkað sem getur tekið á móti unga fólkin okkar sem nú þegar býr í Grindavík og svo að fara að stíga sín fyrstu skref á fasteignamarkaðnum. Þess vegna hefði ég viljað sjá einhverja vinnu lagða í einhverja hugmyndavinnu eða stefnumótun, einhverja vinnu lagða í athugun á því hvort að bærinn geti farið í einhverjar hvatamyndari aðgerðir til þess að hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Grindavík. Ég ekki með lausnina, en ég hefði viljað sjá og ég kallaði eftir meiri umræðu það. Þegar kemur á skólamálum líka, þá eins og ég segi, það hefur verið fólksfjölgun og vonandi mun hún halda áfram, vonandi munum við ná að halda í fólki okkar, munum við ekki bara missa fólk úr bænum áfram út af húsnæðismálum. Það var ákall og hefur verið ákall síðustu ár frá skólastjórnendum að hefja undirbúning að framtíðarhúsnæði, uppbyggingu framtíðarhúsnæðis við uppbyggingu við leikskóla og grunnskóla. Áætla næstu 4 árin kaup á einni útistofu, en það engin peningur í hönnun, þrátt fyrir ítrekanir skólastjórnenda og foreldrafélags. Svo út af ég myndist á foreldrafélagi þá kom auðvitað líka beiðni frá þeim þáttöku í kostnaði á námsgögnum. Því miður var bara ekki vilji innan bæjarstjórnar til afgerandi skrefa í þá átt, þó að það hefði vissulega haft minn stuðning. Og svo eru þessar stóru framkvæmdir sem á dagskrá. Kostnaðurinn mikil óvissa og svigrúmið ekki mikið til þess að eitthvað færist til. Eins og Páll Jóhann kom inn á, þá eru núna 460 milljónir held ég eða 70 í uppbyggju íþróttahúsnæði. Það gengur illa að gera einhverja teikningu eða áætlun til sem stenst þá upphæð. Við erum að byggja mjög dýrar íbúðir við Víðihlíð sem vissulega eru mjög þarfar, ég efast ekki það, en þær eru dýrar og annarkvort, ég hef áhyggjur af því hvort það veri of dýrar fyrir þá íbúa sem að hugsa fyrir, eða hvort að bærinn mun þurfa að standa undir þeim kostnaði að einhverju leyti. Og áherslan virðist hafa verið svolítið á að búa til svigrúm fyrir stór og dýr kosningalofar sem eru alltaf að verða stærri og alltaf að verða dýrari og sama hvað það kostar. Þannig að það eru nokkur atriði sem ég hef áhyggjur af og því ekki ennþá búin að ákveða með alveg hvernig mitt atkvæði mun fara. Takk fyrir þetta Marta Ásson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka fyrir samstarfið í fjárhagsáætluninni. Við hittumst á nokkrum vinnufundum en slíkt fyrirkomulag veitir bæjarfulltrúum ákveðna sýn á áherslur hvers annars. Nú vissulega erum við ekki sammála með allt en skilningurinn verður þá alltaf meiri við samstarf. Líkt og í fyrra þá ég uggandi með margar af þeim áherslum sem koma fram í þessari fjárhagsáætlun. Það sem veldur mér mestum áhyggjum er að lítið tilliti tekið til efnahagslífsins í dag í áætlun okkar. Miklar framkvæmdir geta haft áhrif á að verðbólga aukist
og það eru auknar líkur á að fullnægjandi verðtilboð fari vel yfir kostnaðaráætlun verksins, þá með tilheyrandi spennuáhrifum. Einnig veldur það mér áhyggjum að fjárhagsáætlunin sé óraunhæf þar sem of lágar upphæðir eru settar í framkvæmdir sem nánast vitað að kosta mun meira og hvers erum við þá bættari með hálfkláruð verk eða þá að farið verður út í það að auka fjármagn til að ljúka verkum. Ég velti líka fyrir mér forgangsröðun. Það veldur mér vonbrigðum hversu lítið við ætlum að horfa til framtíðar varðandi fyrirsjáanlega aukningar nemendafjölda og leik- og grunnskólaaldri. Mér virðist sem grípa ég til bráðabirgðalausna í stað þess að vinna að metnaði og fagmennsku. Starfshópur sem skipaður var til að koma með tillögur í þessum málum vann vel. Þessi hópur benti á mikilvægi þess að unnið væri að varanlegum lausnum. Í fjárhagsáætlun ekki verið að taka tillit til þess. Fólk getur frekar sætt sig við að búa þröngt ef vissa fyrir því að varanlegri lausnir eru í sjónmáli. Annað sem ég benda á það að eitt af stóru verkefnum Grindavíkurbæjar hefur verið að byggja upp traust og jákvæðni í skólasamfélaginu. Foreldrafélagið gerði á aðalfundi sínum það tillögu sinni að bærinn tæki þátt í námsefniskostnaði nemenda. Þarna var samstarfsvettvangur sem tilvalið hefði verið að vinna með áfram en í stað þess það hunsað. Beiðnina hefði mátt útfæra eða skoða betur og sýna þar með ákveðin samstarfsvilja. Að þessu sögðu velti ég fyrir mér hvort við síðan fyrir skoðunar að fjárhagsáætlunin hafi langtíma hagsmuni bæjarfélagsins í huga. Þá ég að hugsa lengra og horfi til næstu 5-10 ára þegar stækka þarf leikskóla og byggja við grunnskóla. Á sama tíma fyrir ári endaði innlegg mitt á því hversu mikilvægt það væri fyrir okkur að við varum stjórnmálamenn sem hugsuðum í tugum ára en ekki kjörtímabilum. Leiðum hugan okkur aðeins að því. Erum við sem hér sitjum þannig stjórnmálamenn? Mig langar að lokum að spyrja fulltrúa meirihlutans hér í bæjarstjórn hver áætlanir ykkar varðandi aukningu á nemendafjölda í leik- og grunnskóla. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásrún. Það hafa ekki fleiri beðið orðið í bili, þannig að ég ætla bara aðeins að tjá mig hérna til að bregðast við því sem hefur komið fram bæði frá Ásrúnu og Mörtu. Ég verð að viðurkenna það kemur svolítið óvart að því sé ég efins með þessa áætlun, en þó ekki. Það eru þarna inni verkefni sem að þið hafðu líka áhyggjur í fyrra og hér verið að ræða að mögulega séu of lágar fjárhæðir inni. Kann að vera, við vitum það ekki fyrir en að við förum í útboð, en það kannski allt í lagi að segja frá því hér að það komið tilboð í hafnarframkvæmdir sem eru 70% af kostnaðaráætlun, sem mjög jákvætt. Þannig að hvort að það náttúrulega bundið við þess konar framkvæmdir aftur að koma í ljós, en ég sagði það líka fyrra og ég segi það aftur að auðvitað þurfum við að taka stöðun og endurmetina þegar við fáum úr því skori eða þegar það kemur í ljós upp á hvaða fjárhæðir þessi tilboð koma til með að hljóða. Hvatamyndandi aðgerðir í húsnæðismálum tala Marta ég áttum ekki alveg á hvað það sem við getum gert. Maður einhvern veginn gerir ráð fyrir því að þegar maður á svæði þar sem maður mikil eftirspurn eftir húsnæði að markaður svarið því að hér sjáum mögulega verktakar hag sinn í því að fá lóðir og byggja. Skólamálin, þeir eru báða búin að koma inn á það varðandi skóla, þáttöku í skólagögnum. Tek alveg undir það, ég hefði alveg verið tilbúin að fara í það líka og talaði fyrir því á vinnufundi bæjarstjórnar, en það var ekki samhljóma vilji fyrir því innan bæjarstjórnarinnar. Varðandi nefndina sem að vann að framtíðarmálum skólahúsnæðis að þá tek ég undir með Ásrúnu að þau unnu vel. Það var mikið talað fyrir því í vinnunni að við myndum leggja fjármagn í hönnun á næsta áfanga við hópskóla.
Það er rétt á meðan að við erum í þeirri stöðu sem við erum í núna að við bregðumst við með því sem að við höfum í hyggju að gera. Það er að segja að fara ekki að byggja strax, heldur að taka með því að það kann að vera að það muni losa þannig að við munum geta unað við það sem við höfum núna með smá útfærslu eins og til dæmis með aukastofum. Þetta er ekkert skemmtilegt en við verðum líka að hafa í huga að þetta eykur verulega á rekstrarkostnað líka ef við erum með ónýtt húsnæði. Þannig að það er ekki inn í þessari áætlun kostnaður við nýja skólabyggingu en ég tek að vissulega undir það að við eigum að hugsa til framtíðar, við erum ekki að hugsa í kjörtímabilum. Þannig að ég veit ekki hvort að það svari er eitthvað ásvörun en það var það sem við ræddum á vinnufundi bæjarstjórnar að það væri ekki tímabært að setja kostnaðinn inn á svo stöddu. Palli og gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held ég hefði nú skýrt það ágætlega hérna áðan. Í fyrir ræðu af hverju ég teldi að ekki væri gert nógu vel við okkar fólk, við starfsfólk bæjarins. Það er til viðbótar, langar mig nú bara að nefna eins og Ásrún kom inn á, að kennarar og skólamálin, að það er allt í lagi, það menn geta sittið þröngt ef menn vita að það stendur eitthvað til að bæta málin. Núna var beðið það flutning á einni skólastofu upp í Hópskóla og hver var niðurstaðan í því? Ef ég man það rétt, þarna úr áætluninu þá á að kaupa nýja skólastofu 2020. Það var ekki hægt að fara aftar í áætluninu ef menn ætla að hafa þetta inn á annað borð. Það er ekki króna í einhvern undirbúningskostnað til þess að fara svona að huga að eins og beðið var það var nú ekki farið fram á mikið. Það var svona beðið það að setja einhver aura í það svona að fara að huga að stækkun á skólanum. En það þeim lofað að það komi ný skólastofa, útistofa árið 2020. Nú ég ætla ekki að fara að tala mikið um tæki og tól, þá starfsmenn sem að vinna með svoleiðis tæki. Forseti bæjarstjórnar man það ábyggilega vel og ég að við sjáum þarna eitt tæki þarna sem að starfsmenn eru búin að biðja held ég bara síðan við byrjuðum hérna á síðasta kjörtímabili. En hvað það? Varðandi, fyrst hún myndist nú á það faglega vinnubrögum, hvort ég sé eitthvað á móti faglega vinnubrögum við að leita nýju bæjarstjóra. Auðvitað ég hlynntur faglega vinnubrögum. En mér svíður það að vita því að það sé að við séum að borga einhverjum 23.500 á tíman til þess að leita að góðum bæjarstjóra því að við erum bara með fína bæjarstjóra. Og ef við eyðum nokkur 100.000 upp undir milljón í það að finna bæjarstjóra, að þá er nú sá sem við erum að láta fara frá okkur ekki verið en það að það er sami við hann um að setja nýjan mann inn í starfið. Að kenna honum hlutina, hvernig á að gera þetta. Hann er nú ekki verið en það. Er þetta einhverjum 15 milljón króna virði? Ef við verum að reyða fjárhagsáætlun, ef þetta á ekki heim fjárhagsáætlun, svona upphæðir, þá bara veit ég ekki hvað. Þannig að
Hafnar, það alveg rétt, það var að koma tilboð það var verið að koma tilboð í hafnarframkvæmdir hérna sem voru 70% af kostnaðaráætlun. En mér reiknast til samt að miðað við okkar áætlun 90 okkar milljónir í þá framkvæmd að þá vanti einhverjar 20 milljónir upp á. Við eigum reyndar afgang af fjárhagsáætlun sem var fyrir þetta ár sem er að líða. Umtalsverða peninga þar held ég sem að væntanlega ganga upp í það, þannig að ég held við þurfum ekki að ágera á því. En það er fagnaðarefni að það skuli nú loksins vera ráðist í það verkefni að endurnýja stálþilið hérna í höfninni. Og því er ég að ljúka í nóvember að skipta stálþilið. En þá er þekjan eftir og dýpkun, þannig að en ég var að tala um afgangi, ég var að benda á þróunina þó að í tekju afgangi næstu árin að hún sé niður á við, þannig að það eru þá teikn á lofti og sérstaklega hvað varðar þær stóru framkvæmdir sem að tilstendur að fara í. Eins og komið fram hérna þá erum við með í 470 milljónir í nýtt íþróttahús. Ég get alveg tekið undir það að það er full þörf á því að byggja nýtt íþróttahús. Þó ég hefði viljað fara aðra leið en ég ætla ekki að fara að lengja fundi með því. Það er full þörf á því þegar maður er fann að hitta barnabörnin í íþróttasalnum klukkan 6 á morgnana, að þá er nú þetta hús orðið vel nýtt. Þannig ég er ekki að deila það má ekki taka því þannig. En ef við rifjum aðeins upp söguna með þetta blessa íþróttahús, að þá kom kosningalofur hérna frá Sjálfstæðisflokknum að þeir ætlu að byggja nýtt íþróttahús fyrir 250 milljónir. Núna stendur hérna í fjárhagsáætlun 470 milljónir. Á meðan er nefndin að vinna með áætlun upp á 610 milljónir pluss stúka og eitthvað fleira. Þannig að ég bara spyr hvar endar þetta? Í þessari fjárhagsáætlun eru 55 milljónir í salerni og sjöppu upp við hópið sem við reyndar erum búin að vera með og höfum viljað fara í byggja undanfarin ég veit ekki hvað mörg ár. En þeir sem þar á það, þeir ætla sér ekkert að byggja fyrir 55 milljónir. Þeir eru búin að halda kynningafund fyrir okkur þar sem þeir eru með byggingar upp á tæpan milljarð. Ekki samt á næsta ári. En þess vegna velti ég fyrir mig hvort að þessar 55 milljónir, hvort að og væri ágætt að fá svör við því kannski, hvort að það sé þá bara hluti upp í þá stóru uppæði eða hvað. Ég sé ekki alveg tilgang að vera með 55 milljónar inni ef að það á ekkert að framkvæma þessa byggingu, þessa 200 fermetra sem hefur verið talað að byggja þar. Eða hvort menn séu bara fallast á það að byggja hérna íþróttahús hérna vestafið fyrir 700 milljónir og svo fyrir milljarð hinum einn. Og svo eftir 2020 þá fyrir við að skoða skólamálin. Takk fyrir þetta Palli Jói. Ég held ég geti fullyrt það að það er mögulega ekkert sveitarfélag á Íslandi sem er í sama lúxus vandamála pakkanum og Grindavíkurbær. Við erum að áætla töluvert af byggingum næstu 4 árin og það er búið að raða því niður í áætlunina og það eru sömu tölur og voru í fyrra. Það er verið að áætla 6 íbúðir við Hlíð. Það er verið að áætla nýtt íþróttahús og við erum með hafnarframkvæmdirnar inni. Ásamt töluvert af öðru. Beiðnir sem hafa verið að koma frá forstöðumönnum sem þeir hafa flestir verið að númera í forgang 1, 2 eða 3 og við höfum reynt eftir fremsta megni og þið tóku þátt í þeirri vinnu að koma til móts við það sem var verið óska eftir og við reyndum að sjálfsögðu að setja í forgang það sem þeir höfðu sett í forgang. Við getum ekki sett allt inn nema
að við offrum einhverju öðru. Og við erum að reyna að halda áætlun. Það er verið að reyna að standa við það að byggja hérna íbúðir við Víðildi eins og búið að bíða eftir. Og eins og þú ert að réttilega benda á að það er alveg þörf fyrir auknu rými í íþróttahúsinu. Og við sjáum það að ef að það fjölgar frekar í sveitarfélaginu þá vantar vissulega meira rými í skólahúsnæðin, hvort sem eru leikskólar eða grunnskólar. Og ég veit það að hér situr fólk sem er tilbúið að reyna að bregðast við þeim vanda sem kann að koma upp, en við gætum þurft að brúa bilið öðru en að fara í nýframkvæmdir. Það er erfiðara að bregðast við slíku í íþróttahúsinu. Það er erfitt að setja einhvern kálf við íþróttahúsið. Orðið er laust. Hér hafa ekki fleiri. Jú, gjör svo vel. Hjalli. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég veit nú eiginlega ekki hvar ég á að byrja eftir þessa yfirreið frá Framsóknarmanna. Bara ef ég hjóla rétt aftan í þetta og svo margt sem kom hérna fram. Loforð sjálfstæðismanna 250 milljónir nýtt íþróttahús. Sú tala birtist einhvers staðar. Áætlun fyrirrennarna var sú að stækka íþróttahúsi núverandi fyrir 180 milljónir. En hvað það? Þetta fór svoleiðis og ég held að öllum sé ljóst að algjörlega glötuð áform. Bara að stækka eitt hús sem var líka búið að taka sér annað hlutverk sem stór skemmtistaður í Grindavík eftir að festi var selt. Þannig að við urðum að hugsa aðeins út fyrir kassan og reisa náttúrulega nýtt íþróttahús, þannig að við getum skipstarfseminu. Enda er íþróttahúsnæði alls saman löngu sprungið og mjög vel notað. En ég veit ekki við lögðumst í vinnu við að finna tillögu fyrir nýtt íþróttahús. Áætlanir voru þetta einhverjar 370, 430, en við vorum að reyna að vinna saman og komumst að tillögu sem var kölluð hátillaga, sem að fulltrúi Framsóknarmanna kom með til að mæta öllum hópum í Grindavík. Þá er tekið inn taekwondo og judo. Sem sé ekki bara eins og var sagt að byggja eitthvað körfuboltahús, heldur að mæta þörfum íbúa Grindavíkur, mæta þörfum judo og taekwondo, fimleika og gera þetta í sameiginlegu skrefi og leysa úr þessum málum. Ég veit að það einhverjar deilur það hvað þetta kostar eða hverju áætlanir eru, en hvað vitum við hvað þetta kostar? Menn reikna þetta misjafnlega út. Það var GVN að kom hérna fram á þann, 70% af kostnaðarverði í höfnina, en samt vitið þið að það er framkvæmdir sem að við og stendur til að fara í, þið vitið að verður langt yfir kostnaðarverði. Eru þið með einhver sambönd sem að við getum komast inn á og fengið upplýsingar Hvaðan fáið þið þá vitneskju þegar þetta liggur fyrir bara með deginum í dag? Þið vitið ekkert fyrir það kemur í það. Þetta bara áætlanir í ykkar huga. Ég gæti haldið þetta miklu lengur áfram. Mig langar aðeins að koma inn á það sem að þú sagði, Marta, í samband við áhyggjur af húsnæðismálum í Grindavík. Ég deili því með þér. En ég skil ekki sú vinna sem fór í gagnið með Víðihlíð. Við erum ekki með neinn leyndarmál. Við sögðumst alltaf stækka Víðihlíð og við erum að standa við það. Það er borað þvælingur. Hér hafa verið bæjarfulltrúar að segja hægið á okkur. Það er þensli í samfélaginu, við skulum ekki framkvæma. Bíðum bara með þetta. Tökum heilstæðari mynd á þetta. Ef við fjölgum íbúðum í Víðihlíð, þá gerir ég ráð fyrir því að losna húsnæði í bænum, en vandinn er ekki leystur með því, en það er þó eitt skref í rétt átt. Og ég skil ekki af hverju það er ekki að stíga það samstíga og finna út úr því. Við erum komin í einhverja glerharða pólitík, við erum búin að vinna hérna fjárhagsáætlun, vinna öll saman, svo bara allt í einu boðið upp einhver dans hérna núna. Bara svona rétt í lokin, það komið verulega óvart á síðasta bæjarráðsfundi að
ég veit ekki alveg, ég held að Ásrún, þú sett oddviti Framsóknarmanna, ég held að Páll hafi komið inn sem varamaður og hann sagði við tökum ekki þátt í þeirri vinna að ráða nýjan bæjarstjóra. Ég geri ráð fyrir því að þetta sé sameiginleg ákvörðun ykkar eða kannski ræðuð þú sem bara Páll. Því að Ásrún var búin að segja og ræða með okkur við verðum að gera þetta svona og svona og það var komið í farveg. Þannig að þessi afstaða þín kom mér algjörlega í opna skjöldu. En ég ætla nú ekki að lengja fundið meira en ég er svona búin að svara bara held ég hluta af þessu. Kannski eitt enn, þú óskapast yfir hvað afgangurinn að verða minni og minni, en jafnframt gagnrýnir það að það sé ekki kláruð öll verk og keypt þetta og keypt hitt og þegar allir þetta skilið. Við erum að reyna bara að hafa aðhald, en þið vitið alveg hvert við stefnum og þið getið verið með eða þið getið bara sleppt í að vera með. Takk. Takk fyrir þetta, Hjalli. Ásrún hefur, nei, byttu fyrir ekki Ásrún. Marta hefur beðið orðið og Ásrún fórst eftir henni. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara ítrykka að ég sagði að þið áhyggjur á því að framkvæmdin myndi fara yfir. Ég sagðist ekki vita það, en áhyggjurnar byggir líka á vinnunni sem okkar fulltrúar er að vinna í byggingarnefndinni þar sem þeir hafa fengið fyrirtæki sem sérhæfur í sig í þessu til þess að vinna kostnaðaráætlun og ég byggja áhyggjur mínar á tölum sem hafa komið úr þeirri vinnu sem vissulega er ennþá verið að vinna í það verið að skoða aðrar leiðir og ég fagna því að nefndin sé að taka sér góðan tíma í að vinna þessa tillögu vel. Bara út því að Hjalli minnast síðasta bæjarráðsfund, þannig ég segi þetta frá mínu sjónarhorni. Páll Jóhann sagði að hann myndi ekki taka þátt í, það var minn skilningur. Ég tók því ekki þannig að hann var að tala fyrir alla fulltrúa Framsóknarflokksins, en þau geta eflaust best svarað fyrir það sjálf. Takk fyrir það, Marta. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að koma inn á ráðningu nýs bæjarstjóra og ákvörðunina að óska eftir þjónustu ráðningarskrifstofu. Við Páll Jói erum í ljómandi góðu samstarfi en það kemur örsjaldan fyrir að við erum ósammála. Eins og Páll Jói hefur komið inn á, þá finnst honum miklu peningar fara til þeirra sem halda eiga utan um þetta ráðningaferli nýs bæjarstjóra. Og þar er ég honum hjartanlega sammála og mér finnst það hreinlega óþolandi að við séum í þessari stöðu. En á þessum bæjarráðsfundi þá var það mín persónulega skoðun og það kom aldrei annað til greina en að fá fagaðila í þetta ráðningaferli og vissulega fyndist mér þessi peningar blóðugir. Ég er oddviti Framsóknarflokksins, það er rétt Hjálmar, og ég er óhrædd við að hafa mínar skoðanir. Og ég held að við séum alveg sammála um það, ég og Páll Jói, að við viljum gera þetta faglega. Og við erum líka sammála um það að þetta eru blóðugir peningar. Ég ætla að vona að ég hafi bara svarað þessu nægilega vel. Takk fyrir þetta, Ásrún. Páll Jói, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þá sérstaklega formaður bæjarráðs sem að þiggur boðið sem að ef ég skila rétt að við höfum boðið honum upp í dans. Ef að það er að bjóða upp í dans að ræða fjárhagsáætlun hérna á bæjarstjórnarfundi, já, þá veit ég ekki hvað er ekki dans. Hvað er eðlilegra heldur en að ræða fjárhagsáætlun á bæjarstjórnarfundi? Síðari umræðu, þetta heitir síðari umræða og þar eru málin rædd. Það er alveg rétt.
við erum búin að taka þátt í hérna þessari vinnu eins og margoft hefur komið fram og reynda að láta gott af okkur leiða. En málið bara að hérna að við viljum gera betur. Reksturinn, ég að benda á hnignandi rekstur. Ég sagði ekki tölurnar að þær varu lágar eða háar. Ég sagði bara tölurnar liggja niður á við. Og hvað þýðir það? Þá þurfum við að fara að hérna athuga málið. Við getum ekki haldið endalaust þannig áfram. Við þurfum þá að snúa við blaðinu. Og þegar svona hérna fjárfestingatölur liggja svo fyrir 700 milljónir hér og milljarður þar. Ég sko fyrir utan svona þennan hefðbundna og skyldur rekstur sem að okkur ber að gera og þá þjónustu sem við okkur ber að veita. Það svona það sem að ég að benda á. Mér heyrðist nú bara að formaður Bæjarráðs hafi bara eiginlega tekið undir það að þessar 470 milljónir það getur alveg enda í 610 eða 700 milljónum. Ég skildi hann allavega þannig. Hann spurði hvernig við vissum hvort þú kynum einhver leynibragð eða hvað. Við bara varðandi höfnina þá vorum við að fá bara bindandi tilboð upp á 70% af kostnaðaráætlun og það bara sú tala sem að þessi áfangi kostar. Svo eru bara næstu áfangar sem að við sem að verður bara teknir sem þarf að taka síðar. Nú varðandi samstarf okkar Ásrúnar og síðasta bæjarráðsfund. Það sem ég sagðist ekki taka þátt í svona skrípaleik af því að ég trúi því ekki að menn séu að segja upp svona góðu mannin ef þeir hafa einhvern annan betri. Ég bara trúi því ekki. Og þess vegna kallaði ég þetta sýndarleik. Að vera að taka tilboðum upp á einhver 5, 6, 700.000 og tímavinn upp á 23.500 við að leita að manni hans stað. Og þegar hann er fundinn, þá okkar ágæti bæjarstjóri sem verður að flæma í burtu, þá á hann að setja hann inn í starfið og kenna honum það sem hann kann. Þannig að ég var bara að tala um það og benda á það að við höfum nóg annað við peningana að gera heldur en að eyða þeim í svona vitleysu, segi ég. Hvernig hefur reksturinn verið? Hvernig hefur þetta verið hjá þessum framkvæmdastjóra sem ég vil bara kalla? Þannig að ég allavega vanur því að maður segir ekki góðu manni nema að maður hafi einhvern allavega jafngóðan ef ekki betri. Og hvað þá ef það kostar 20 milljóna beint úr bæjarsjóði. Sem að mér sýnist nú á verkefnunum framöndan að við höfum full not fyrir. Og ég þess vegna segi ég það fyrir mitt leyti að ég ætla ekki að standa með okkur jólin að leita nýjum manni. Þið eru búin að koma ykkur í þetta sjálf og þið getið bara bjargað ykkur upp úr því sjálf. Já, takk fyrir þetta, Palli Jói. Mig langar að árétta það að hér samkomulag starfslok, ekki uppsögn. Gagnkvæm uppsögn? Á ráðningarsamningnum, já. Og ég tek undir með Ásrúnu, ég harma það að þessi staða sé komin upp. En þetta engu að síður staðan. Ég myndi gjarnan vilja að við hefðum ekki verið í henni, en þetta engu að síður staðan.
það hafa ekki fleiri beðið orðið. Mér langar að segja nokkur orð, allavega meðan engin annar að óska eftir. Við höfum talað það áður og held ég bara við allar fjárhagsáætlanir sem við höfum verið að afgreiða að við höfum viljað hafa reksturinn í lagi. Við höfum öll, og ég held að allir flokkar hafi haft það á sinni stefnuskrá í aðdraganda kosninganna að sýna ábyrgð í rekstri. Og við erum með það efst í okkar málefnasamningi að sýna ábyrgð í rekstri. Það er ekki komið á hreint, það er rétt hversu mikið þær framkvæmdir sem eru í pípunum koma til með að kosta. En ég sagði það í fyrra og ég segi það aftur núna að sjálfsögðu munum við staldra við og endurmeta stöðuna ef að þau tilboð sem koma í þeim útboðum verða svo há. Og þá auðvitað þurfum við að endurmeta stöðuna og sjá hvort að það sé eitthvað sem við ætlum að fara í. Og auðvitað er það þannig að við eigum náttúrulega að hugsa til framtíðar. Við eigum að reyna að fara vel með almannafé sem við erum sannarlega að sýsla með. Og það er líka stundum sagt að þegar mikil þensla að þá eigi sveitarfélög og hið opinbera að halda sér höndum. Og það er kannski eitthvað sem þarf að huga að. Kannski finnst okkur það að við erum mögulega að fara betur með almannafé ef við erum ekki að framkvæma þegar það er dýrast. En við vitum ekki nákvæmlega hvernig það er núna. Við erum búin að leggja grunninn að næstu 4 árum. Við erum með tölur þar inni. Þá eftir að koma í ljós hvort að þær standist. Hvort við verðum, jafn lánsöm og með hafnarframkvæmdirnar, hvort að þær verði undir áætlun eða ekki. Ef þeir eru undir eða á áætlun, að það á þetta allt saman að ganga upp. Ef ekki, að þá ætla ég sannarlega að endurmeta stöðuna og ég veit að þið gerir það líka. Því það skiptir máli að við keyrum ekki reksturinn í kaf með óábyrgum ákvörðunum eitthvað sem kann að kosta okkur allt og mikla peninga. Orðið er laust. Ef að fleiri vilja tjá sig fjárhagsáætlun. Nú veit ég ekki alveg hvor varstu undan. Mér langaði bara að biðja svo áður við tökum greiðum atkvæði að vera ekki tíminn að fylgja. Já, ég skal verða við þeirri beiðni, en Palli og gjör svo vel. Það er sama, það var sama. Það var sama. Fleiri? Enginn að brenna inni með neitt á hann við tökum fundarhlé. Við ætlum að taka fundarhlé áður en að við afgreiðum áætlunina í þessari síðari umræðu. Þá gerum við það.
Klár bara. Ok. Heyrðu, þá hléinu lokið og ég ætla að bjóða Mörtu í pontu. Gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun setja hjá í afgreiðslu á þessari fjárhagsáætlun. Ég samt sem áður þakka ykkur einmitt fyrir vinnuna bak við þetta. Þetta eru vinnubrögð sem við vissilega halda okkur við og að skila miklu og þetta alveg til eftirbreytni fyrir mörg önnur sveitarfélög að vinna þetta svona. En maður verður bara á endanum samt að fylgja sinni sannfæringu. Við komum mörgum góðum málum að og unnum þetta vel saman, en samt í lokin finnst mér þetta ekki mín stefna og það bara hluti sem mér finnst vanta inn sem að bara skipta mig máli og jafnvel kannski það líka bara mín sök að einhver leyti að hafa ekki komið með konkrét tillögur, en oftast hefur verið þannig að við höfum getað komið með hugmyndir og rætt ykkur saman að einhverju og það hefur bara áhersluna bara farið í annað og kannski minni hlutir sem fóru of mikil tími í að ræða heldur en stærri hlutir og stefnur sem við hefðum átt að eyða meiri tími. Þannig að ég mun ekki koma inn í hana bókun en ég mun samt sem áður sitja hjá. Takk fyrir þetta, Marta. Ég gerir ráð fyrir að framsóknarmenn vilja vera næstri í pontu. Gjör svo vel, Ásrún. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að bera fram okkar bókun. Fulltrúar Framsóknarflokksins hafa tekið þátt í vinnu við 4 ára fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar og þó að einhverju leyti hafi verið tekið tillit til okkar óska, þá teljum við fjárhagsáætlunina ófullnægjandi og munum við því sitja hjá við afgreiðslu málsins. Áætluð rekstrarniðurstaða áranna 2017 til 2020 mun versna með hverju ári þrátt fyrir auknar tekjur bæjarins. Mun rekstrarafgangur minnka úr 121,4 milljónum árið 2017 í 92,5 milljónir árið 2020. Við teljum það ekki ásættanlegt enda næg verkefni framundan. Þá fjárfestingaráætlun ekki sannfærandi þar sem gert ráð fyrir byggingu nýs íþróttahúss fyrir 470 milljónir þó að kostnaðaráætlun vinnuhóps hljóði upp á 610 milljónir fyrir utan áhorfendastúku og fleira. Þá gert ráð fyrir 55 milljónum við byggingu við hópið en þar eru hugmyndir byggingu upp á tæpan milljarð á næstu árum og óljóst hver eigi að bera kostnað af rekstri slíkrar byggingar. Engar áætlanir eru byggingu skólahúsnæðis þrátt fyrir að fyrirsjáanleg þörf sé óljós. Eðlileg endurnýjun á tækjum bæjarins ítrekað frestað, svo sem skotbómulyftara, skólabifreið og 16 ára gamall löndunarkrani við höfnina leiðir til þess að erfiðara að veita þegar þjónustu bænum ber að sinna. Með hliðsjón af ofangreindu treysta fulltrúar Framsóknarflokks í bæjarstjórn sér ekki til að samþykkja fjárhagsáætlun sem byggir á óraunhæfum tölum og lítið hugsað að tryggja áframhaldandi eða betri þjónustu til bæjarbúa. Takk fyrir. Það ekki. Takk fyrir þetta, Ásrún. Meirihlutann ætlar að taka fundarhlé núna til að bregðast við framkominni bókun frá fulltrúum Framsóknarflokksins. Þannig að ég bið bara tæknamann að setja aftur á fundarhlé, takk.
fyrir vinnuna. Ok, þá fundarhlénu lokið og fulltrúar meirihlutans ætla að leggja fram bókun undir þessum lið og hingað upp ætlar Sigurður að koma og lesa hana. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla sem þetta að lesa upp bókun meirihlutans. Fulltrúar D- og G-lista furða sig á afstöðu Framsóknarflokksins til þeirra fjárhagsáætlunar sem nú liggur fyrir. Meiri vinna hefur verið lögð í að undirbúa áætlunina í ár en undanfarin ár með aðkomu allra flokka. Allir flokkar komu með tillögur hvernig fjárfestingu skyldi háttað og var reynt að koma til móts við margar þeirra. Rétt að taka fram að vinnubrögð þar sem allir flokkar komið að fjárhagsáætlun ekki algilt meðal sveitarfélaga. Meirihluti telur fjárhagsáætlunina að gefa einskoða mynd og undir á þessum tímapunkti. Rekstrarniðurstaða næstu 4 ára endurspeglar stöðu sveitarfélagsins að teknu tilliti til aukins reksturs vegna nýframkvæmda. Það því mjög eðlilegt að rekstrarkostnaður aukist við slíkar framkvæmdir. Meirihlutin hafnar því alfarið að með áætluninni sé ekki verið að sinna góðri þjónustu við bæjarbúa, þvert á móti hún að aukast í fyrirliggjandi áætlun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Hér liggja fyrir 2 bókanir. Bæjarfulltrúar hafa komið og lagt orði í belg fyrirliggjandi áætlun. Ég ætla að bjóða orðið laust á en við göngum til atkvæðagreiðslu áætlunina síðar umræðu. Gjörðu svo vel, Palli Jói. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara aðeins að gera athugasemd við þessa bókun. Ég ætla nú ekki að vera að bóka neitt, en ég bara hélt að þetta væri 2 vinnubrögð sem hefðu bara verið við höfum núna síðustu ár allt sem við hófum á síðasta kjörtímabili þar sem að bæjarstjórnin vann öll að fjárhagsáætlun. Það sem menn skiptast á skoðunum og auðvitað sýnist sitt hverjum þessi mál. Nú ég skil nú ekki alveg þessa viðkvæmni þó að við Framsóknarmenn sitjum hjá við þessa afgreiðslu. Við höfum fagnað því og þakka fyrir að fá að koma að þessari fjárhagsáætlun og trúum því að við höfum leitt eitthvað gott á okkur inn í þá áætlun. En við, eins og segir í okkar bókun, þá teljum við það marga óvissur þætti í þessari áætlun og lykilatriði sem ekki er brugðist við að þess vegna sitjum við hjá. Við erum ekki að greiða atkvæði móti þessari áætlun. Það svona bara ákveðin skilaboð í því að við sitjum hjá, við erum ekki að setja okkur upp á móti þessu. Það margt mjög jákvætt. Það þó við séum að benda á á rekstratölum að það sé svona frekar niður á við, þá það bara að vera að benda á að við þurfum eitthvað að fara hugsa okkar gang og með þessu miklu fjárfestingatölum. Ég sakna þess að sjá ekki í þessari bókun eitthvað þessar miklu fjárfestingar sem við getum í okkar bókun. Ég var að gera mig vonur að ég sæi eitthvað í því hvernig meirihlutinn ætlar að tækla þau mál. Því það eru óhjákvæmilega mikill rekstrarkostnaður sem mun fylgja þeim stóru framkvæmdum. En að öðru leyti bara vil ég áður við greitt fyrir atkvæði þetta vil ég bara þakka öllum bæjarfulltrúum og fyrir gott samstarf þó að menn hafi ekki hlustað á allt sem ég hefði sagt. Ég tek það ekkert persónulega og hef bara unni bara eftir minni sannfæringu og mun bara greiða atkvæði eftir henni og ég vona að menn taki það ekkert stint upp og ég bara leiði það hjá mér þó að menn séu eitthvað með hótanir eitthvað annað en að það
við halda þessum vinnubröðum áfram. Ég trúi því bara að við munum halda áfram að vinna að þessum málum næstu árin eins og gert hefur verið. Takk. Takk fyrir það, Palli Jói. Ég tek undir það sem þú segir. Það okkur öllum til góða að hér komi sem flestir að þessari áætlun og ef að þú skynjar einhverja hótun í þeirri bókun sem við vorum að leggja fram þá það sannarlega ekki þannig að við séum að hóta minnihlutunum að hann verði ekki hafður með í ráðum því að auðvitað það bara okkur og bæjarbúum til heilla að hér sé sem breiðastu hópurinn að taka ákvarðanir. Ég ekki að vísa í bókuna, orð sjálfna. Já, ok, en það náttúrulega áætlun áætlun, þannig að það alltaf einhver óvissa í gangi og það voru líka mál sem að ég fekk ekki í gegn í áætluninni. Ég þurfti að lúta í lægrahaldi líka með ákveðna skoðun, en við erum öll, eins og ég er búin að segja, með, þarna fór myndin alveg í göku. Ég held að við bæjarfulltrúar sem höfum setið þessa vinnufundi og erum að afgreiða áætlun séum sammála það að það skiptir máli að reksturinn sé góður og það skiptir líka máli að við séum ekki að þenja þannig að komandi bæjarstjórnir að þær þurfa að vera að súpa seyðið af því að hér var farið fram úr hófi. En vonandi ef við erum að fara því það hefur verið talað skólabyggingar og leikskólabyggingar og þess háttar, við höfum farið yfir áætlun tölur hvernig þetta kemur til með að þróast. Það ekkert aðkallandi þannig sé næstu 10 árin. En ef að það verður gríðarleg fjölgun þá ég að tala miðað við þá íbúa sem nú eru og hvernig fjölgunin á sér stað. Að það ekki nema að verði gríðarleg fjölgun aðfluttra sem við gætum þurft að bregðast við fyrr og þá væntanlega koma inn hærri tekjur á móti. En mér langar líka aftur að þakka ykkur fyrir vinnuna. Það að sjálfsögðu ekki, við erum ekki viðkvæm fyrir því að hér sé setið hjá, en það kom okkur pínlítið óvart svona orðræðan kannski í upphafi fundarins eða upphafi málsins, hvernig hún var. En svona pólitíkin, það tekist á og menn eru ósammála og það ristir ekkert mjög djúpt allavega ekki svo ég tali fyrir mitt leyti. En ef einhver vill eiga frekari orð þessa áætlun áður en við förum að greiða atkvæði, þá gef ég síðasta séns á að koma í pontu. Ef ekki, þá erum við bara að vinda okkur í atkvæðagreiðslu fjárhagsáætlun næstu 4 árin. Þeir sem eru henni samþykkir, réttu upp hönd. Hún samþykkt með 4 atkvæðum, einhver á móti og 3 sitja hjá. Fulltrúar minnihlutan sitja hjá. Þá útsendri dagskrá lokið og viðtaka fundargerðir. Þannig að Siggeir má slíta fundi.